Komið sæl. Í dag ætla að skoða gæðakerfi og gátlista byggingarstjóra í byggkerfinu. Við munum fara yfir hvað gæðakerfi eru og hvernig þau eru stofnuð, hvernig gæðakerfin eru uppbyggð, hvernig byggingarstjóri notar gæðakerfi í sínum verkum og hvernig gátlistin í byggkerfinu virkar í framkvæmdum. Gæðakerfi eru mikilvæg fyrir allar byggingarframkvæmdir til að tryggja að verkefni standist lögbundnar kröfur og samningsbundnar skuldbindingar. Gæðakerfi eru lögbundin og tryggja gæði byggingarframkvæmda. Í byggkerfinu eru lögbundin gæðakerfi samþykkt af Húsnæðis- og mannvirkjastofnun eða HMS. Notendur byggkerfisins hafa aðgang að þessum kerfum án aukakostnaðar. Til eru tvær gerðir af gæðakerfum, en það eru lögbundin gæðakerfi sem þarf að samþykkja hjá HMS og gæðakerfi verktaka. Þau eru ekki lögbundin en gagnlegt fyrir verktaka. Þeir sem þurfa gæðakerfi eru hönnuðir og hönnunarstjórar, byggingarstjórar, iðnmeistarar og verktakar. Hvert fyrirtæki eða einstaklingur sem vinni við byggingarleyfisskyld verk þarf gæðakerfi. Við skulum fara í gæðakerfishlutann í byggkerfinu. Við finnum hann hér, vinstra megin, gæðakerfi, stofnun og viðhald. Og þar förum við í stofnun og viðhald, undirflokkinn. Og hérna ýtum við á stofna nýtt gæðakerfi og skrá rétthafa. Og það er hægt að velja tegund gæðakerfisins. Við ætlum að velja gæðakerfi hönnunarstjóra. Hér er hægt að velja hvort að ábyrgðaraðili sé fyrirtæki eða einstaklingur. Við ætlum að velja fyrirtæki, setjum nafn á fyrirtækinu og kennitölu og veljum einstakling sem er rétthafi. Og ýtum svo á vista. Þá erum við búin að stofna gæðakerfið og við opnaðum hér með því að ýta á skoða breyta. En kerfið sparar mikla vinnu við að semja gæðakerfi þar sem grunnkerfi eru tilbúin og hægt er að sérsníða þau. En gæðakerfi skiptist í 4 flokka. Það er almenni flokkurinn sem inniheldur leiðbeiningar, ábyrgðaraðila og grunnskráningu. Svo er flokkur A, þættir sem eru eingöngu í gæðakerfinu, flokkur B, þættir sem að tengjast byggkerfinu og flokkur C, sérkröfur verkkaupa. Við skulum skoða hvernig þessi flokkar eru skráðir og yfirfarnir. Við skulum opna flokk A. En hér eru lagalegar kröfur og samþykktar lýsingar á gæðakerfum. Við getum breytt lýsingum og sérsniðið ef þörf krefur. Við skulum skoða það. Hérna er til dæmis skráning og samskipti hönnunarstjóra og verkkaupa. Við getum bætt við línu og ýtt hér á vista. Þá erum við búin að bæta þessu inn í gæðakerfi okkar. Svo skulum við opna flokk B. En hér tengist gæðakerfið öðrum köflum í byggkerfinu. Til dæmis verkdagbækur og vottanir. Við getum skoðað það. Hérna er til dæmis gátlisti samræmingu hönnunargagna við reglur og staðla. Hérna eru fundir og fundagerðir. Skráning á samskiptum hönnunarstjóra við eftirlitsmann verkkaupa. Þannig að þetta er allt sem að tengist beint inn í byggkerfið. Þá skulum við opna flokk C. En hér skráir verkkaupi sérstakar kröfur sínar. Þær verða ekki sendar til HMS en eru mikilvægar fyrir verktaka. Þegar búið er að vinna með gæðakerfið er það sendir samþykktar hjá HMS. En þá skulum við skoða gátlista, skoðanaskýrslu byggingarstjóra. Þá förum við hér á upphafssíðuna og veljum kafla 3.1 byggingarstjóri.
Og þá förum við hér í hliðarstikuna og veljum gátlisti skoðanaskýrsla byggingarstjóra. Og við ætlum að stofna nýjan gátlista. Og það gerum við hér með því að stofna gátlista skoðanaskýrslu. Og við ætlum að gefa gátlistanum heiti. Viðeigandi heiti, segjum að við sem að fara yfir fyrstu hæðina og tengjum hana við áætlun. En hér er komin gátlisti með mismunandi flokkum, en það er almenni flokkurinn, jarðvinna, burðarvirki, lagnir, raforkuvirki, frágangur innanhús, frágangur utanhús og frágangur lóðar. Við myndum haka við viðeigandi flokka. Prófum til dæmis að velja hérna flokkana í burðarvirki. Við myndum haka í afgreitt ef að liðurinn er afgreiddur. Við getum hakað í á ekki við ef það á ekki við og svo getum við sett athugasemdir og bætt við mynd. En þennan gátlista getum við vistað. Við getum vistað hann sem PDF, þá fer hann hérna inn á gagnasvæðið og svo getum við einnig opnað hann hérna sem PDF. Og við skulum kíkja á gátlistan og þá lítur hann svona út. Við sjáum að í burðarvirkisflokknum er búið að haka við allt. Þannig að svona virkar gátlistarnir. En byggingarstjórar geta einnig notað síma eða iPad til að fylla út gátlista og senda gögn beint í byggkerfið. En þá er fyllt út gátlistin á staðnum og það er að taka myndir og vinna skýrslur í rauntíma og það er að vista og senda beint í byggkerfið. En í dag erum við búin að fara yfir hvað gæðakerfi eru og hvernig þau eru stofnuð, hvernig byggingarstjórar geta notað gæðakerfi í framkvæmdum, hvernig gátlistin tryggir að framkvæmdin standist allar kröfur og hvernig er hægt að skrá beint í síma eða iPad á verkstað. Ef þú hefur spurningar, skildu eftir athugasemd hér fyrir neðan eða hafðu samband við okkur á hannar@hannar.com og fylgdu okkur svo fyrir fleiri kennslumyndbönd. Takk fyrir!